Forseti Íslands, landlæknir, formaður borgarráðs og aðrir gestir. Ég vil bjóða okkur öll hjartanlega til ykkur hingað í Ingunnarskóla og við erum sannarlega stolt af því að taka á móti ykkur hér í dag. Það er ánægjulegt að fá að hýsa málþingi hér forvarnardaginn hér í Ingunnarskóla. En við höfum þá trú hér í Ingunnarskóla að einn besta forvörnin sé að byggja upp sterka sjálfsmynd nemenda. Og við vinnum hér eftir hugmyndafræði sem við köllum uppeldi til ábyrgðar og þar er mikil áhersla á það að kenna nemendum að þekkja þarfir sínar á uppbyggilegan hátt og læra að uppfylla þær án þess að ganga þarfir annarra. Og við vinnum markvisst að margvíslegum verkefnum sem að byggja miða því að kenna börnunum að efla þrautseigina og þekkja sína styrkleika og læra á sínar grundvallar þarfir og læra það líka að læra að setja mörk og læra það að við göngum ekki yfir þarfir annara. Og við leggjum áherslu á góðan skólabrag, öryggi nemenda, vellíðan og þeim finnst gott að koma í skólann sinn. Þannig hér vinnum við markvisst með verkefni sem miða því að byggja upp sterka sjálfsmynd og ýta undir öryggi og vellíðan nemenda. En til að kynna skólastarfið ætlum við að sýna ykkur stutt myndband. Það er svo miklu skemmtilegra að horfa á þetta í myndum heldur en að hlusta á mig lýsa skólanum, þannig bara gjöru þessu vel. Ingunnarskólinn tók til starfa haustið 2001 og er staðsettur í Grafarholti, þar sem stutt í skemmtilega náttúru sem nýtt í daglegu starfi og leik. Skólinn er grænfónaskóli og stuðlar að ábyrgri hegðun gagnvart umhverfinu og heilsueflingu. Skólinn er þátttakandi í vinalega-verkefninu en í því felst að nemendur taka virkan þátt í að skipuleggja frímínútur og að stjórna leikjum. 2 kennarar vinna með hvern árgang á sameiginlegu svæði. Ýtt er undir sjálfstæð vinnubrögð, skapandi hugsun og að nemendur séu virkir. Áhersla er á stöðvavinnu, samstarfsverkefni og samþættingu námsgreina. Fjölbreytt listgreinakennsla er í skólanum og er hún oft samþætt við aðrar greinar. Skólinn tekur þátt í barnamenningarhátíð og hefur fengið menningarfána Reykjavíkurborgar sem viðurkenningu fyrir framúrskarandi listgreinakennslu og menningarstarf. Stuðlað er að góðum skólabrag en það gerum við með því að leggja áherslu á jákvæð samskipti en gildi skólans eru virðing, ábyrgð og vinsemd. Nemendur skólans taka þátt í skipulagi skólastarfsins með þátttöku í nemendafélagi, skólaráði og fleiri verkefnum þar sem þeir geta látið til sín taka. Í skólanum eru ákveðnar hefðir sem stuðla að aukinni gleði og samkennd meðal nemenda og starfsfólk og má það nefna tankadaginn með hinni vinsælu kökukeppni, gleðu árshátíðarviku, öskudagsgleði og menningarmót. Samvera er á föstudögum þar sem við syngjum og gleðjum saman og nemendur sína frumsamin atriði. Í læsistefnu skólans er mikið lagt upp úr því að vekja áhuga nemenda á lestri og þjálfa lestrarfærni í góðu samstarfi við heimilin. Í stoðkennslunni er unnið út frá heildstæðri skólastefnu og lögð áhersla á fyrirbyggjandi starf. Ingunnarskóli stefnir því að veita nemendum bestu mögulegu tækifæri til að þroskast í fjölbreyttu og skapandi námsumhverfi. Gott upplýsingaflæði og samstarfi foreldra er grunnurinn að farsælli skólagöngu nemenda. Ég ætla kannski að nefna þessu til viðbótar að við erum annað árið með íslenskuver, þannig við erum að sinna austurhluta borgarinnar. Þannig hér eru börn sem eru nýflutt til landsins frá 5. bekk upp í 10. bekk úr 15 og 16 grunnskólum. En nemendur úr 3. bekk hafa verið að vinna verkefni í tengslum við forsetaembættið og þeir langar að fá að koma hingað og afhenda forsetanum smá verkefni. Gjörið svo vel, krakkar. Er þetta myndan? Þetta myndan? Í alveg? Ó, vá, hvað við erum miklu snillingar. Takk fyrir. Dásamlegt. Þetta fer sko upp á vegg heima hjá mér. Má það? Takk fyrir.
þakklæti til allra krakkarnir frá mér? Er Höllu klútur á einhverjum endanum? Og eru einhvern okkar líka döldið. Og ég sé að ég er með alls konar mismunandi hárgreiðslur. Þetta er að fallegasta listaverk sem ég sé í langan tíma. Takk fyrir, elsku krakkar. Eitt tóknús. Sjáu þetta? Hver hefur fengið fallegri gjöf? Þið knúsið alla hina krakkana fyrir mig. Takk fyrir. Risaknús. Risaknús frá Höllu T. Þá bið ég bara fundastjóra að taka við dagskrá. Takk fyrir mig. Já, forseti, landlæknir, skólastjóri og aðri góðu gestir. Bara það mjög sönn ánægja að fá að stýra enn einu málþinginu á forvarnardeginu. Þessi forvarnardagur 19. forvarnardagurinn, þannig að það búið að halda nokkra og það sem hefur verið sameiginlegt með þessum forvarnardögum að við erum með fókusinn á það jákvæða. Hvernig við viljum hafa það frekar heldur en það neikvæða. Hvernig við viljum hafa samfélagið okkar, hvernig við viljum hafa og hver einasti forseti hefur sett svona sitt mark á það og áherslan í ár hugum að verndandi þáttum að velja hann í lífi barna og ungmenna eins og hefur verið en við bætt við með kærleik. Og það kemur svolítið frá henni Höllu sem hefur verið að hvetja okkur til þess að gera kærleikan að eina vopninu og að virkja samtakamáttinn sem hún bara gerði einmitt líka svo fallega hérna með öllum knúsunum. Þannig að þakkum fyrir það. En ég vil þakka líka öllum samstarfsaðilunum okkar. Embætti landlæknis fer með verkefnastjórn forvarnardagsins og samstarfsaðilarnir eru embætti forseta Íslands, Reykjavíkurborg, Rannsóknir og greining, Planet Youth, Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, Ungmennafélag Íslands, Samfés, Samband íslenskra sveitarfélaga, samstarf félagasamtaka í forvörnum, Bandalag íslenskra skáta, ríkislögreglustjóri og heimili og skóli. Og þetta sýnir okkur að til þess að ná árangri þá þurfum við að vinna saman. Það þarf heilt þorp til að ala upp barn og það þarf heilt samfélag til þess að búa til kærleiksríkt og gott samfélag. Og það það sem við eigum sameiginlegt og ætlum að vinna að hér. En þá ætla ég bara að bjóða forseta Íslands, Höllu Tómasdóttur. Velkomna. Ég nú bara með blauta kvarma eftir þessa fallegu gjöf og ekki vissum að ég geti einu sinni horta á það nokkur atriði sem ég skrifaði hjá mér. En kæru 9. bekkingar og aðri góði gestir, mér langar nú aðalega að tala við ykkur. Til hamingju með forvarnardaginn. Þetta eru næstu því 20 skipti sem við erum búin að halda forvarnardag og það mikilvægt að minnast á það að í upphafi var áherslan á áfengi og tóbak og við höfum náð frábærum árangri í því. Stundum gleymist að tala þetta góða og þar sem við erum að ná árangri og við höfum gert það og það mikilvægt að óska okkur öllum sem að þessu standa til hamingju með það og ég vona að við höldum því áfram og missum ekki sjónar á mikilvægi þess að við reynum að þroskast og það ekki bara hvert ár sem skiptir máli þess að við býðum með því, það líka bara hvert okkar sem skiptir máli því að það nú bara þannig að hegðun okkar, hún smitandi og hvernig við komum fram, það hefur áhrif og það ótrúlega mikilvægt að hvert og eitt ykkar átti sig á áhrifamætti ykkar í að vera góðar fyrirmyndir, í að hjálpa þeim sem að stíga út af sporinu eða kannski eiga engan að sem hjálpar þeim að velja að vera riddari kærleikans eins og ég kalla það. En það til mikilvægt fyrirmynda hvernig Ingunnarskóli að gera hlutina. Þetta myndband til fyrirmyndar og svo komst ég að því líka á leið minni hérna inn að Ingunnarskóli símalaus skóli og það líka í frímínútum. Og mig langar aðeins að tala þá staðreynd að þó að við séum að ná árangri í tóbaki og áfengi að þá það nú þannig að við erum að sjá í mjög langan tíma, í að minnstakosti 10 til 15 ár, vísbendingar að veljiðan ungs fólks sé ekki eins og við viljum hafa hana. Að það sé aukinn kvíði, að það sé aukinn einmanaleiki, að það sé aukinn vanlíðan af ýmsu toga. Það ekki samfélagi sem við viljum. Við viljum ekki velja svoleiðis samfélag. Þannig að eitthvað þarf að gera í því og það eiginlega mér mjög ofarlega í huga. Kannski vegna þess að ég móðir stúlku sem fyrir 3 árum ákvað að skipta áherslu í sínu háskólanámi, hún 21 árs nýorðin, og ákvað að leggja áherslu á sálfræði og ræða þá staðreynd að í kringum hana, hún í háskóla í New York borg, finnst henni að 8 af hverjum 10 ungu fólki líði illa.
Og svo þannig að í 3 ár hef ég verið að reyna að hlusta ungt fólk, setja ungt fólk í forgang, bjóða ungu fólki að sitja til borðs með fullorðnum til að ræða af hverju líður okkur ekki vel. Hvað það sem að trufla okkur? Og ég get haldið langan lista áhyggjur sem ungt fólk hefur af framtíðinni, að því hvort að við sem að höfum völdin séum að sinna loftslags- og umhverfismálum, hvort að við séum að hjálpa ykkur að horfa með björtum augum til framtíðar, hvort að jafnrétti og það að allir fái notið sín á sínum forsendum sé eitthvað sem að við leggjum áherslu á, hvort að það sé friður í heiminum og svo framvegis. En það virðist vera að sama hvað við skoðum í rannsóknum sem gerðar hafa verið, að stór þáttur í vanlíðan ungs fólks sé aukin síma, samfélags- og skjánotkun. Og staðreyndin tala sínu máli, þetta búið að rannsaka út allan heim og staðreyndin að við erum að horfa á að 13-16 ára ungmenni séu jafnvel það bil 9 klukkutíma á dag á skjá. Það 5 á samfélagsmiðlum, það hálf vinna. Það eru 20 tímar að lágmarka viku og það hálf vinna að vera á samfélagsmiðlum. Síðan að fá 240 tilkynningar á dag í síman og þetta náttúrulega bara orðið nýja fíkniefnið. Og ég held að snjallsímar og skjáir og samfélagsmiðlar hafi fært okkur svo margt gott. Ég vil ekki missa sjónar á því, en þetta að valda okkur ákveðnum skaða. Bæði í okkar bara þroska og heilanum á okkur og líka bara í því hvernig við tölum við og hvort annað í samfélaginu. Þannig að þetta líka breyta samfélagsheilsun okkar. Þannig að mig langar til að óska ykkur til hamingju með að hafa tekið þá hugrekku ákvörðun að sleppa símanum, snjallsímanum og þar af leiðandi samfélagsmiðlunum í skólanum. Ég alveg viss að það eru skiptar skoðanir þetta hjá ungu fólki, en ég líka alveg viss að hvert og eitt ykkar finnur hvaða mikið auðveldar að tengjast hverju öðru og hvaða miklu auðveldar að eiga samtal þegar að við erum ekki alltaf með þetta í hendinni. Hvað mennskan verður meiri og þá allt hægt. Þannig að ég hef ótrúlega trú á þessu. Og mig langar til þess að óska ykkur til hamingju við að vera fyrirmynd því að lönd í kringum okkur, frá Finnlandi til Frakklands til Grikklands, eru öll að skoða þessi mál og allar vísbendingar benda til þess að ef við gefum okkur smá frí frá þessum snilldartækjum, þá lagast allt. Okkur líður betur, við lærum betur, við tengjum betur og okkur dettur jafnvel í huga að gera eitthvað sem að ég ólst upp við, sem að fara út að leika, tengja við hvort annað í einhverjum öðrum hætti og það sem að ég tel mikilvægast á öllu og þetta unga fólk sýndi mér svo svart á hvítu að nota sköpunina til þess að tjá tilfinningar okkar. Því ég held að sköpunar kraftur okkar, hann sé í rauninni farvegurinn fyrir tilfinningarna sem við erum að upplifa. Ég var líka á ykkar aldri. Ég átti alls konar erfiðleika með sjálfa mig á þessum aldri og ég hef aldrei hitt ungt fólk á þessum aldri þar með talið mín eigin börn sem fari ekki gegnum alls konar tilfinningar. Ég nóg? Myndin af mér á samfélagsmiðlunum nóg? Ég nógu hávaxin, nógu lágvaxin? Dóttir mín rauðhærð hafði miklar áhyggjur af því að hún væri með rangan háralit lengi af. Ég held að þetta sé eðlilegt og þó ég sé forseti í dag og orðin miklu eldri en þið, þó mér finnist ég bara að vera á ykkar aldri, þá fór ég í gegnum þetta. Ég hafði miklar efasemdir eigið ágæti. Ég var alltaf að velta því fyrir mér hvort að ég væri nóg, hvort ég væri rétt, hvort að ég mætti láta rödd mína hljóma. Og þetta held ég að sé mjög mikilvægt að segja því að þetta eru bara eðlilegar tilfinningar. Þess vegna langar mig að segja við ykkur í dag að númer 1 og það sem að þið greinilega að leggja áherslu á hér í Ingunnarskóla að þið eru nóg og þið eru bara akkurat eins og þið eigið að vera. Og það ótrúlega mikilvægt fyrir okkar samfélag að við hlustum á ykkur. Og að þið fáið að sitja við borðið og segja okkur hvernig við lögum andrúmsloftið í samfélaginu. Því að engu okkar langar að búa í samfélagi þar sem að hatur eða ofbeldi eða neikvæð orðræða sem að ræna okkur þeirri veljan sem við eigum skilið og viljum að við búum öll við. Þannig að mig langar að hvetja ykkur, kæra unga fólk og öll sem hér eruð, að reyna að leggja áherslu á aukna samveru án þess að vera með skjá og síma í hönd. Að borða aftur saman í fjölskyldunni og minna foreldri ykkar á að sleppa símanum við þau atvik. Ég held stundum að þið séu foreldra betrungar, reyndar held ég það oftast. Alveg ég viss það að þið geti hjálpað okkur sem fullorðin eru að verða betri og ég hvet ykkur til þess. Mér langar að hvetja ykkur til að taka þátt í íþróttum og tómstundum, skipulögðum, ég held að skipti máli, en mér langar líka að hvetja ykkur til að horfa til þeirra sem ekki að gera það og velta því fyrir ykkur hvort að þið geti kannski rétt út hönd og teki viðkomandi með og hjálpa viðkomandi að taka þátt í einhverju. Því að það að tilheyra grunn þörf manneskjunnar.
Og síðast en ekki síst langar mig að hvetja ykkur til þess að leita eftir meira frelsi frá þessum heimi þar sem að við erum alltaf að vera trufluð af einhverjum tilkynningum úr snjalltækjunum. Að búa ykkur til pláss þar sem þið eruð í leik, í íþróttum eða starfi eða tómstundum eða skapa og finna ykkur að leiðir til að vera laus við þetta. Því ég held að sé rétt sem eitt góður maður sem ég starfaði með áður en ég fór í forsetaembætti sagði árið 2018 að samfélagsmiðlar eru tóbak nútímans. Og ég ætla bara að segja það aftur skýrt. Samfélagsmiðlar eru tóbak nútímans og eru að skemma í okkur, hvernig okkur líður og hvernig framheilin okkar þroskast. Þannig að ég hvet ykkur virkilega til að hugsa þetta. Ég ætla að tala aðeins riddara kærleikans áður en ég fer og ég veit að þegar maður er 13-16 ára þá nennir maður eiginlega ekki svona orðum eins og kærleikanum. Hvað er það? Manni langar meira að vera cool og manni langar meira að vera kannski svona meinfindin og jafnvel stríðin og allt það. Það má vera stríðin og það má hafa húmor. En það er þannig að samfélag verður til á grunni þess hvað hvert og eitt okkar gerir, hvað hvert og eitt okkar segir. Hvernig við komum fram á samfélagsmiðlum þegar við erum á þeim eða hér í matsalnum eða út á skólalóðinni eða í félagslífinu. Við búum til þann brag sem á heima hér í skólanum og líka bara í samfélaginu. Og þar ætla ég ekki að setja alla ábyrgð á ykkur, kæru unga fólk. En ég ætla að biðja ykkur samt að hugsa hvort að þið getið ekki líka verið riddarar kærleikans. Og hvað er það að vera riddari kærleikans? Það er í rauninni bara að byrja með okkur. Hvað vel ég að gera og segja? Horfi ég í augu við annað fólk eða horfi ég aldrei í augu við annað fólk að ég horfi bara í lóan á mér með síman limdan eða þori ekki að horfa í augu við fólk vegna þess að ég er feimin eða held ég sé ekki nóg. Horfumst í augu við hvort annað, byrjum þar, tökum utan hvort annað. Ég komst varla hérna inn að því ég var að knúsa krakka hérna á skólalóðinni. Ég held að þið séu betri en mín kynslóð í þessu. Ég ólst upp á foreldrum sem áttu erfitt með að nota falleg orð eða knúsa við hvert tilefni. Ég held að þið séu betri. Þannig að knúsiði foreldri ykkar og kenniði þeim að gera það og aðra fullorðna sem að virka kannski svolítið stífir. Og verið ekki hrædd við það. Og tölum saman. Í dag ætla ég að fara í minn gamla skóla, Kársnesskóla og Verslunarskólann og á morgun í Fjölbrautu Ármúla, þar sem ég ætla að eiga hringsamtali eins og fyrir 4 vikum við áttum á Bessastöðum, þar sem að við komum saman ungt fólk á öllum aldri, vil ég meina, en það er að segja að við tókum kynslóðasamtal. Fólk sem þekkir vanlíðan unga fólksins og langar að gera eitthvað í því og ungt fólk sem að bara finnst ekki í lagi að samfélag okkar sé einhvern veginn farið út af brautinni. Og við áttum svo fallegt samtal, vorum bara með eina spurningu og þá spurningu ætla ég að taka fyrir með ungu fólki í dag og á morgun og vonast til þess að allir skólar taki þetta upp. Og það er bara spurningin, hvernig gerum við kærleikana eina vopninu í samfélaginu? Því þetta er sterkasta vopnið og líklega það eina sem getur hjálpað okkur öllum að líða vel og hjálpa samfélagslegri heilsu okkar að verða þannig að við stöndum upp og gerum eitthvað þegar við sjáum fólk vera að beita einhvers konar ofbeldi í orði eða á borði. Og ég fæ ótrúlega mikið af skilaboðum frá ungu fólki sem ég þykir ákaflega vænt og mikið af knúsum frá þeim líka sem ég þykir enn vænna Ég nægi ekki að lesa þau öll eða svara þeim öllum en mér þykir vænt hvert og eitt einasta. Og ein ung kona sendi mér skilaboð í gær sem sagði, Halla, ég er með hugmynd. Gætum við í hvers skipti sem við sjáum eitthvað sem er ekki í lagi, bara tekið upp hendurnar og gert svona. Það getur riddari kærleikans gert. Og ég held að mig langi mest til að hvetja ykkur til þess að þora að vera þessi kynslóð sem hjálpar okkur sem að verri eru að verða betri, að taka kærleikan og oft er það fullorðið fólk sem að lætur út úr sér hluti á samfélagsmiðlum eða talar á svo ofbeldisfullan máta að þið geti líka hjálpa til við að stoppa það. Ég hef óbilandi trú á okkur. Og ég bið ykkur að vera með í hreyfingu riddara kærleikans. Ef að herra Netusmjör er með, þá getið þið verið með. Ég vona það sé rétt. Takk fyrir mig og takk fyrir að vera til fyrirmyndar hér í Ingunnarskóla. Til hamingju með daginn. Já, stoltur riddari kærleikans og þakkaði kærlega fyrir Halla, bæði einlagnina. Það er svo mikilvægt líka að vita að það er ekki ætlast til þess að við séum fullkomin, ekki eins og því við erum orðin fullorðin eða forseti og það er svo gott að vita það. Herra Netusmjör sagði líka við okkur að honum finnst það stundum ekki vera nóg og efaðist sjálfan sig og það voru ungt fólk sem varst mjög gott að heyra það. Við þurfum að hambra á því að við þurfum ekki að vera fullkomin, við megum bara vera eins og við erum. Og þá langum við að bjóða landlækni Ölmuti Möller. Gjörðu svo vel.
forseti, kæru nemendur, góði gestir nær og fjær. Ég vil byrja á að þakka skólastjóra fyrir að taka á móti okkur og fyrir þessa frábæru kynningu á skólanum. Ég þakka forseta líka hennar góðu orð. Og svo vil ég fá að þakka öllum okkar samstarfsaðilum fyrir frábært samstarfavanda í kringum forvarnardaginn. En það búið að koma fram að yfirskrift forvarnardagsins að þessu sinni hugum að verndandi þáttum og vellíðan í lífi barna og ungmenna plus með kærleik. Og það jú hlutverk og ábyrgð okkar fullorðinna að sinna ungu fólki, að sinna ykkur. Og eitt að búa til gott umhverfi því að þið eigi rétt á öryggi, ást og umhyggju, á kærleik. Og annað að aðstoða ykkur við að öðlast færni og getu og seiglu eða þrautseigju eins og skólastjóri nefndi til að takast á við þær áskoranir sem að fylgja því að vera hluti af samfélaginu sem að verður jú æ flóknara. Og mikilvægur liður í þessu öllu svokallaðir verndandi þættir og ég veit þið þekkið á en ég ætla samt að nefna að dæmi samvera með fjölskyldu og vinum og líka skipulagt íþrótta, tómstunda og félagsstarf. Og markmiðið hér ekki síst að styrkja og mynda tengsl við aðra einstaklinga því að slík tengsl gulls í gildi og gríðarlega mikilvæg fyrir bæði andlega og líkamlega heilsu, líka síðar á lífsleiðinni. Og þriðji verndandi þátturinn sem ég vil nefna að leyfa heilanum að þroskast í friði án truflana frá áfengi, nikotíni og fíkniefnum sem við vitum að afar skaðleg fyrir heilan. Og eins og stendur hér upp á skjánum, hvert ár skiptir máli. Nú, en það svo margt líka sem að þið sjálf geti gert til að öðlast vellíðan og hamingju og það til dæmis beinlínis gott fyrir eigin heilsu að láta gott að sér leiða, vera góð við aðra og hjálpa þeim sem að höllum fæti standa og þess vegna fannst mér svo ánægilegt að heyra að eitt af gildum skólans einmitt vinsemd. Nú, til að sýna öðrum góðvild og kærleika þá þarf okkur að líða vel og þykja vænt okkur sjálf og þannig að við þurfum líka að líta inn á við og rækta bæði líkam og sál og ég búin að nefna ótrúlegt mikilvægi þessara félagslegu tengsla en ég vil líka nefna að góður og nægur svefn undirstaða fyrir heilsu og vellíðan og við vitum að það skortir á hjá ungu fólki sem ætti að sofa minnst 8 tíma á sólarhring. Svo afar mikilvægt að hreyfa sig á hverjum degi og að borða hollt og vara sig á orkudrykkjum því að neysla þeirra kemur meðal annars niður á svefni. Nú, þið getið skoðað á heilsuvera.is og landlækni.is hvernig þið sinni þessum þáttum sem best. Eins og forseti sagði, auðvitað þvælist netnotkun fyrir okkur en það líka hægt að læra margt sér til góðs. Við vitum í dag að það umtalsverður hópur ungmenna sem að líður ekki nógu vel og ástæður án efa margslungnar en hraði og kröfur samfélagsins og notkun samfélagsmiðla skiptir þar án efa miklu máli. Og ég held við hefðum öll gott af að hægja á. Eða eins og rithöfundurinn Guðrún Eva Mínervudóttir orðaði svo vel, gerðu færra, gerðu eitt í einu, gerðu það hægar, hafðu lengra bil á milli gjörða. Og áskorun mín í dag til allra foreldra, forsjáraðila og barna og ungmenna að hægja á og huga í alvöru að þessum verndandi þáttum og setjast niður og eins og forseti sagði, auðvitað án snjalltækjanna og ræða hvað þið viljið gera betur sem fjölskylda, hvað viljið gera saman og hvað það sem veitir ykkur gleði, vellíðan og hamingju. Og trúi mér að við sem eldri við vitum að það ekkert sem eins mikilvægt og fjölskylda. Hlustið á hvert annað og takið eftir hversu merkilegt það að þó við séum öll ólík og einstök
og á mismunandi stöðum í lífinu, þá viljum við í rauninni öll það sama. Virðingu, vináttu og umfram allt kærleik. Og ég segi bara krakkar, gangi ykkur og þar með okkur sem allra best. Takk. Þetta eru sko skilaboðin frá riddara kærleiks, knúsum hvort annað, þannig ég býð öllum því verið þá bara afþakkað ef þið viljið það ekki. En næst ætla ég að bjóða formann borgarráðs, Dag B. Eggertsson, sem hefur nú unnið lengi með okkur í forvarnadeginum og verið sá borgarstjóri sem hefur lagt, þó öllum öðrum ólöstuðum, sko bara hvað mest til forvarnamála. Þannig að virkilega gott að hafa hann hérna með okkur og bjóði hjartanlega velkomin í pontu. Forseti, landlæknir, góðu gestir, kæri Ingunnarskóli, ótrúlega gaman að koma hérna alltaf og það fyllir mig svo miklu stolti og þið megi finna það. Algengasta gildran sem fólk á mínum aldri, aðeins yngri og aðeins eldra, fellur í umræðum skólamál að tala skólana út frá því hvernig það var að vera í skóla þegar þau voru nemendur. Ef þið hugsaðum að manni líður alltaf eins og með þessi sérfræðingur í því sem maður hefur einhvern tímann gert. Og þannig mín kynslóðstundum í umræðunum skólamál og ég held að fólk þurfa að fara í skólana, fá innsýn í skólastarfi til þess að átta sig á að það vera að vinna alveg ótrúlega magnastarf alla borg og all land í skólunum við að takast á við að undirbúa krakka fyrir kannski flóknari, hraðari og alls konar veruleika sem að einhvern veginn var látið eins og væri ekki til, þó hann væri til þegar maður var sjálfur að alast upp. Og skólarnir fá, og sérstaklega krakkarnir fá ekki það hrós sem það eiga skilið nægilega oft. Því að ég segi og stend við að við erum að sjá efnilegustu kynslóð allra tíma alast upp í skólunum. Sjáum það hér í Ingunnarskóla og við sjáum það út alla borg og við sjáum það út all land. Það sjáum við meðal annars í tölum forvarnir og það sem hefur gengið vel og þessi forvarnadagur hann á langar rætur en til hvers var hann settur á fót? Hann var settur á fót til að eiga einu svona ári samtal og minna á það sem við vitum og við vitum rosalega margt hvað skiptir máli í umhverfinu okkar og samfélaginu. Og þetta var þegar Ólafur Ragnar Grímsson var forseti og við áttum mjög góða samvinnu við að gera þetta og ég alveg sérstaklega ánægður. Ég sagði það oft við Guðna þegar hann var forseti að hann skildi taka upp þennan kyndil og það svo gaman að sjá því hérna í dag, Halla Tómasdóttir, nýr forseti, að taka þetta og gera þínu. Því að það líka svo mikilvægt að við finnum bein tengsl við það sem við erum að gera hérna. Og hér eru líka samstarfsaðilar okkar sem hafa verið með okkur í öll þessi ár, íþróttahreyfingin, æskulýðshreyfingin, auðvitað skólakerfið, en munum það þegar ég var unglingur og ég var þarna. Ég var allt of seint niður í bæ á Lækjartorgi með jafnöldrum mínum og þegar maður horfir á rannsóknir frá þessum tíma þá sjáum við að það gekk alltaf verra og verra og verra eftir því sem árin liðu. Og það varu mjög kjarkaðar konur í forystu í pólitík og í samfélaginu og í vísindum sem stigu fram og sögðu, heyrðu, við verðum að gera eitthvað í þessu. Og það var hlegið að þeim. Það var hlegið að þeim að þeim var sagt, þetta eitt af því sem bara hluta því að vera Íslendingur. Svona verður alltaf verið, svona mun alltaf verða. Og látum aldrei neitt segja þetta við okkur eitthvað sem við viljum breyta í samfélaginu. Það sem tókst og var gert var að allt samfélagi var virkað með. Ekki vegna þess að lausnin lægi fyrir eða væri augljós, heldur vegna þess að við gátum náð saman að skilgreina. Hér eitthvað sem við viljum breyta og við þurfum að koma öll saman að því. Og við notuðum vísindi og við notuðum samtakamátt og þessa grasrót framfara sem til allt samfélagi til að ná nákvæmlega þessu. Og hvað snerist þetta? Jú, að
það kom í ljós að skiptir ótrúlega miklu máli þegar maður er að alast upp að eyða eins miklum tíma með foreldurum og hægt er. Það þarf ekki að lesa Shakespeare eða gera eitthvað flókið, bara hanga saman, gera eitthvað, eyða tíma og það byggir upp traust. Það kom líka í ljós að það skiptir rosalegu máli hvort að fólk var að taka þátt í íþróttum eða listum eða mála eða gera eitthvað, gjarnan þar sem einhverju fullorðnir voru með og innblandaðir og í forystu. Og við sáum að allir krakkar vildu gera slíka hluti en það var ójöfnuður í aðgenginu. Þannig að við bjuggum til frístundakort og við fórum út í samfélag og segjum það skiptir ekki bara máli að krakkarnir sem eru alltaf allstaðar að taka þátt séu með, heldur eiga öll að vera með. Og núna er meðaltalið alveg ótrúlega hátt og vekur allstaðar athygli þegar maður er að tala um þetta erlendis. Og ég vil að þið vitið að þegar ég er að tala á ráðstefnum og fundum erlendis þá er það unga fólkið og þessar tölur sem vekur hvað mesta athygli. Því að það vantar svo mikið af jákvæðum sögum í heiminum, sérstaklega þegar kemur að áfengi, eiturlyfjaneyslu og líðan ungmenna. En við erum að gera meira að því að vísindafólkið okkar hefur verið að kortleggja þetta áratugum saman og hér í fyrra þá gerði ég smá skoðanakönnun að því að við vorum á fullu að velta fyrir okkur hvað er næsta skref. Og eftir samtal við eiginlega allar unglingadeildir í öllum skólum þá ákváðum að breyta upphafi skóladagsins. Að í staðin fyrir að krakka vera að mæta 10 mínútur yfir 8 eða jafnvel 8 eða 20 mínútur yfir 8 þá erum við núna að gera þessa tilraun að hafa þetta til 9. Þekkið þetta? Hvenær mætið þið? 8:57. Já. Breyting. Hvernig finnst ykkur? Vil ég fara tilbaka? Nei, ég finn þetta bara á mínu heimili að því að landlæknir var að tala um hraðan að þetta einhvern veginn slakar á morgnunum og að því að samfélagið treystir sér ekki til að færa klukkuna þá erum við að færa skóladaginn að því sem að líkami unglinga kallar eftir. Og ég er ótrúlega stoltur af þessu en unglingar sjálfur áttu líka rosalega stóran hlut í þessu því að við tókum fjarfund með öllum unglingum í Reykjavík áðurum við ákváðum að gera þetta endanlega og þau tóku öll þátt í lýðræðislegri könnun um þetta. Þannig að við eigum aldrei að líta þannig á að allt sé komið, enda er það ekki þannig. Það er ekkert fullkomið en forvarnardagurinn er til þess að minna okkur á bæði það sem hefur gengið vel en líka viðfangsefni dagsins og hér hefur við heyrt frábær dæmi eins og frá forseta Íslands hvað leitar á huga hennar og hvað við þurfum að ræða og það er ótrúlega hátt hlutfall skóli í Reykjavík sem hafa eftir lýðræðislega umræðu ákveðið að vera símalausir og það eru til fína tölur um það ég sé Helga Grímsson hérna í salnum. En til að draga saman forvarnardagurinn er til þess að senda út skilaboð það sem hefur gengið vel en líka minna á það. Og ég held við finnum öll núna þegar hefur gefið á bátinn og hrikalegi atburðir hafa gerst í samfélaginu að við finnum að við eigum rosalega sterkan grunn í skólasamfélaginu meðal foreldra sem er tilbúið á dekk. Endurvekja foreldraröltið, endurvekja samtölin í hverfunum, taka á dagskrá hluti sem við þurfum að taka á með aðferðum sem við þekkjum og vísindum sem liggja til grundvallar. Það snýst forvarnardagurinn, gott samfélag, samtakamátt, þannig að ég vil þakka öllum samstarfsaðilum sem eru hérna fyrir þeirra frábæra hlutverk í þessu undanfarin ár og áratugi og ég er sérstaklega ánægður að sjá nýjan forseta Íslands mætta hér með þann kraft sem henni fylgir og að við ætlum að taka þetta áfram saman því að þetta er ég svo stoltur af og ég held þetta skiptir svo óbóðslega miklu máli sem gott tæki til að takast á við hvaða áskoranir sem að samfélagi stendur frammi fyrir okkur einn tíma. Til hamingju með daginn.
Takk hérlega. Já, gögnir eru svo mikilvæg og það er líka gaman að fylgjast með sko fyrst vorum við einmitt bara að skoða hvað þarf til þess að halda ungmennum frá áhættuhegðunni, frá drykkju og vitleysu og þá skipti bara svo miklu máli tími með foreldrum. Svo fórum við að skoða líðanina og ef við viljum meira en börnin okkar en að þau séu bara ekki í áhættu, ef við líði vel, þá þurfum við umhyggju og kærleika frá foreldrunum. Og það er svo mikilvægt og þess er svo mikilvægt sem alltaf að skoða gögnin. Við viljum meira heldur en bara ekki verið í ruglunu. Okkur langar að líða vel og svo er eitthvað alls konar fleira sem hún Margrét Lilja sem er okkar helsti sérfræðingur í gögnum þegar kemur að unga fólkinu okkar. Hún er þekkingarstjóri hjá Planet Youth og hún ætlar að segja okkur alltaf nýjasta þessum gögnin sem. Gjörðu svo vel. Gleðilegan forvarnadag. Frú forseti, elsku ungmenni, landlæknir, formaður borgarráðs, frábært að vera hérna. Ég er eiginlega, ekki að horfa svona alveg á mig, ég er eiginlega konan sem kem og er með glærur við það sem er búið að vera að segja hérna fyrr í dag. Og það sem ég ætla í raun og veru bara að leggja áherslu á er í fyrsta lagi það á ekki að segja neitt ykkur án ykkar. Og ég er kannski ekkert mesti sérfræðingur í gagna, ég er bara millistykki. Ég vinn við það að rýna í gögn sem að þið látið okkur fá hvort sem það er með að svara spurningalistum eða taka þátt í skemmtilegum degi eins og forvarnadeginum og það sem ég ætla að tala um í dag er fyrsta lagi gögn frá rannsóknum og greiningu frá Íslensku æskulýðsrannsókninni og svo ætla ég að segja ykkur aðeins frá því hvað krakkarnir í 9. bekk sögðu okkur á forvarnadeginum í fyrra. Ég ætla að tala mjög hratt vegna þess að ég er líka sérfræðingur í því að reyna að virða tíma þannig að ef ykkur bregður yfir hvað ég tala hratt þá getið þið fengið glærurnar á eftir. Þið íslenskir unglingar og alveg eins og það búið að nefna hérna ítrekkar hafið vakið heimsathygli. Ég vinn hjá Planet Youth eða Plánetu æskunnar við að innleiða það sem við erum búin að vera að vinna hér á Íslandi í meira en 2 áratugi og ég er mjög stolt af því. Og þegar ég segi þið, vissulega breytti fullorðna fólki umhverfinu en þið breyttuð hegðan. Þið tókust á við það áskorunni sem voru í ykkar lífi. Ég sýni reyndar bara nemendur í 10. bekk en það er svona okkar mæli eining á það hvernig hlutirnir hafa þróast. Einu sinni byggum við eina mestu unglingadrykkju í Evrópu á Íslandi. Íslenskir unglingar drukku einna mest. Við vorum ekki með verstu en við vorum meðal þeirra verstu. Núna árum saman höfum við sýnt bestu niðurstöðuna. Og það er í raun og veru bara þeim ungmennum að þakka sem hafið breytt hegðun. Ég get líka þá sagt að yfirgnæfandi meirihluti nemandi í 10. bekk hefur aldrei orðið fullur, reykir ekki sígarettur og hefur aldrei notað kannabis. Og mér finnst það mjög sterkt vegna þess að allir gera, allir segja, allir vilja er stundum svolítið algengt. Gjarnan þegar ég sýni þessa myndi þá spyrja foreldra, því ég tala mikið við foreldra og sér í lagi núna undanfarna daga og vikur vegna þess að við vitum það er eitt og annað sem þarf að huga að. En hvað með nikótínið? Jú, vissulega höfum við mælt nikótínið og hér sýni ég bæði veip og nikótínpúða hafa prófað einu sinni og oftar ævina og við sáum algjöra sprengju 2018 þegar 41% nemenda í 10. bekk höfðu prófað nikótínpúða. Og það var kannski vegna þess að við fullorðna fólkið sváfum pínlítið á verðinu. Þessari vöru var laumað inn á markað, það voru engar lög eða reglugerðir sem náðu utanum það og við sáum sprengingu. Leið og við vöknuðum, fórum að grípa til aðgerða, þá náðum við utanum það og sama við nikótínpúðana þó við getum vissulega gert ennþá betur þar. Þannig ég get líka staðið hér og sagt, yfirgnæfandi meirihluti nemandi í 10. bekk á Íslandi hefur aldrei notað veip eða nikótínpúða og við skulum halda því þannig. Hvað eru það að segja okkur, elsku gull? Og ég er þekkt fyrir núna síðustu vikur, ég kann að meta að ég tala af einlægni. Ég elska þennan kærleika alla sem við erum búin að blanda inn í umræðina og ég skal gera mitt allra besta. Þið eru það að segja okkur að þið eigið og yfirgnæfandi meirihluti nemenda í 7., 7., 8., 9. og 10. bekk segist fá þann tilfinningalega stuðning og hjálp sem þarf fyrir fjölskyldunni sinni. Þó tölurnar séu mjög háar þá sjáum við samt að hlutfalli lækkar eftir því sem að þið verðið eldri. Við sjáum líka að það er nokkuð algengt að þið hafið einhvern fullorðinn starfsmann í skólanum sem ykkur finnst gott að tala við þegar þið hafið áhyggjur eða líður illa, en við sjáum líka að hlutfallið er hæst í 7. bekk og lægst í 9. bekk, þar sem einhverjum 36% segja að það eigi við þau. Þannig þetta er enn dæmi það hvernig við getum tekið á í raun og veru gert ennþá betur og þá er ég að tala okkur fullorðna fólki. Við sjáum líka að þið eru allt of oft þreytt í skólanum. Allt of oft.
og við sjáum sko vel yfir 40% nemenda í 10. bekk segjast bara næstum alla eða flesta daga vera þreytt í skólanum. Ég hugsa að við séum nú kannski líka svolítið þreytt í vinnunni en þetta eitthvað sem hefur verið gripið til aðgerða og við sáum það sérstaklega og þetta þróun yfir tíma 2012-2023 að við sváfum betur í COVID þegar við vorum búin að skrúa fyrir allt það sem okkur finnst skemmtilegt. Og það kannski sagði okkur fyrst og fremst að þetta eitthvað sem við getum haft stjórn á. Það ekki þannig að allir Íslendingar ætla bara að sofa þegar eru farnir hinum megin við línuna eða að það að vinna mikið og sofa lítið sé eitthvað sem við eigum að vera stolt af, heldur sáum við gátum brugðist við og það var gert. Eins og Dagur var að nefna hérna áðan og Alma landlæknir hefur nú kannski talað einna mest hvernig við getum stýrt og eigum að stýra svefninum. Við sjáum líka mjög sterkt í gögnunum okkar, þið eruð alveg óendanlega duglega að taka þátt í íþróttum í íþróttafélagi og það stórkostlegt. Þið munið línuna vímuefnaneyslu fara niður og við sjáum línuna íþróttirnar fara upp. En við sjáum að þegar við horfum á þá sem taka ekki þátt í og það það sem við höfum áhyggjur af, að við höfum hópa krökkum í umhverfinu okkar sem taka ekki þátt í. Við sjáum að krakkar sem koma annars staðar frá eru ólíklegri til að mynda að taka þátt í starfum íþróttafélagi og það eitthvað sem við þurfum að huga að og ég elska þessa sýn hvernig við getum gert það saman. Ef við sjáum einhvern sem ekki virkur í umhverfinu okkar, þá ætlum við svolítið að grípa inn í. Tökum hann með á æfingu eða tökum hann með í félagsmiðstöðuna og reynum að tryggja að þessar tölur verði sem allra lægstar, helst á núlli. Við sjáum líka foreldrar ykkar mega vera duglegri við að setja ykkur reglur. Og ég hugsa ofta að ég fæ þessa spurningu, hvað eru reglur hvað ég má gera heima og hvað eru reglur hvað ég má gera utan heimilis. Það ekki vel verið þegar ég kem heim þreytt eftir daginn og ég segi við dóttur mína, þú hefðu nú mátt setja vél. Og svarið sem ég fæ, þú hefðu nú kannski mátt segja mér það. Þannig að þessar reglur, en þetta snýst líka það að spöngin eða skeifan sé ekki besti staður í heimi til að hanga og við viljum bara helst ekki til þess að hanga á þannig stöðum. Og alveg eins og Dóra Guðrún talaði hérna áðan að þá sjáum við ákveðið svipti umhyggju og hlýju. Við höfum spurt í gegnum tíðina hér á Íslandi hversu auðvelt eða erfitt það að fá umhyggju og hlýju frá foreldrum og við sjáum að það verður þessi tilfærsla hjá þeim sem segja mjög auðvelt og svo þeim sem segja frekar auðvelt. Þannig ég ekki að segja eins og það sé erfiðara fyrir krakka að fá umhyggju og hlýju heldur þessi tilfæring á. Og þetta segi ég líka við foreldrar við þurfum kannski bara að vera duglegri að sýna það. Sama á við að fá samræður persónuleg málefni frá foreldrum sínum, eitthvað sem í gangi í lífin okkar. Það hefur líka orðið þessi tilfærsla á því hvernig hlutfall þeirra sem segja mjög auðvelt lækkar og hlutfall þeirra sem segja frekar auðvelt hækkar. Ég skal viðurkenna það, ég bætti þessum glærum hér inn vegna þess að ég hlusta á hana Höllu og ég ætla svo sannarlega að hlusta á hana Höllu og fá að vera með henni í liði í kærleiksriddaranum. Í morgun tala samfélagsmiðlan og þetta ég búin að tala ég sko kona sem talaði rafrænan útivistartíma árið 2012 og mér var eiginlega bara sagt að þegja. Ég skal vera hreinskilin með það. Við sjáum að þeir krakkar sem verja 6 klukkustundum eða meira daglega á samfélagsmiðlum eru mun líklegri til þess að upplifa einmanaleika. Þannig að blessuðu miðlandi sem átt að tengja okkur öll saman raun og veru bara að gera okkur meira einmana. Við sjáum líka að krakkar sem að verja svo miklum tíma á samfélagsmiðlum eru mun ólíklegri til þess að meta andlega heilsu sína mjög góða eða góða. Þannig gögnin eru búin að segja þetta, þið eru búin að segja þetta við okkur í mörg ár. Mér finnst líka áhugavert að skoða hversu auðvelt það að fá umhyggju og hlýju frá vinum vegna þess að umhverfið, reglur nikótínpúða og veip og aðgengi á áfengi og þetta svolítið á borðið okkar fullorðna fólksins það að fá umhyggju og hlýju frá vinum sínum eitthvað sem að þið ungmenni getið svo klárlega gert eitthvað í að við sjáum líka þessa tilfærslu að þeir sem segja þessi mjög auðvelt hlutfall þeirra hefur lækkað ár frá ári og þá hlutfall þeirra sem að segja frekar auðvelt hefur hækkað. Ekkert okkur án okkar og nú verð ég að lesa nokkuð kvót frá forvarnadeginum. Hef ég ekki ennþá alveg smá? Já, ég að standa mig vel samt. Mjög vel. Þetta uppáhaldskvótið mitt. Þetta nota ég og sýni hverju einasta foreldrahópi sem ég hitti. Hvernig samband viljið þið vera í við foreldra ykkar? Og hér kemur 9. bekkur forvarnardagurinn 2023. Góðu og heilbrigðu sambandi. Maður á að geta treyst foreldrum sínum og tala við þau allt. Foreldrar eiga að hafa áhuga á börnum sínum og þykja vænt þau og vilja vita hver þau eru. Ég held að þetta sé svona mantra sem við foreldrar eigum að fara með bara jafnvel á hverjum degi. Og hvað eru ungmennin að biðja Hvað sögðu krakkarnir á forvarnadeginum í fyrra? Hvað viljið þið gera með okkur? Borða saman. Það nú bara eitthvað sem við þurfum að gera á hverjum degi og ætti að vera tiltölulega auðvelt. Spila, ferðast, horfa bíómyndir, fara í bíó eða horfa kvikmynd og ganga, göngutúr og fjallganga. Sjáu hvað þetta einfaldir hlutir vegna þess að ég held að sé oft þannig þegar við foreldrar ætlum að skipuleggja daginn þá byrjum við á amerískum pönnukökum, við förum í sund, við kíkjum til ömmu og svo gerum við heima bakaða pítsu frá grunni. Þannig að það allt of mikið lagt í þannig þið ættu kannski minna foreldrar ykkar líka á það að þetta þarf alls ekki að vera flókið.
Við viljum vera náin við foreldra okkar, við viljum heiðarlegt og opnu og skemmtilegu sambandi. Mér langar að geta sagt allt sem í gangi í lífinu, geta tala við foreldra hans að þau verði pirruð, að þau skilja maður sé þreyttur eftir daginn, ekki bara latur. Við viljum vera í traustu og góðu sambandi, við viljum líða vel í kringum foreldra okkar, geta tala við þau allt og geta beðið hjálp. Og svo kemur framhaldsskólanemarnir og ég því miður ekki með nein gögn, það er svo langt síðan við að það var söfna gögnum í framhaldsskólanum, en það er líka hópur sem við þurfum að huga vel að og tekur þátt í forvarnadeginum. Hvað finnst ykkur skipta máli til þess að lifa heilbrigðu líf og láta sér líða vel? Mér finnst skipta miklu máli þú sért duglega að hreyfa þig, borða heilbrigt, passa upp á geðheilsuna, það er líka mikilvægt að passa upp á svefnin þinn og þú reynir að halda góðu sambandi með vinum og fjölskyldu. Það er líka mikilvægt að kunna mörk og vita hvað er gott og slæmt fyrir þig. Alma, ég legg til að þú reynir að finna þessa manneskju og ráður hana á embætti. Og svo uppáhaldskóti mitt, vera næs við fólk, því þá er fólk næs við þig. Hugum að verndandi þáttum, það er búið að tala þá. Mér finnst bara svo mikilvægt við hugum að því og við vitum hvaða hlutir það virka í umhverfinu okkar, við vitum hvaða hlutir það eru sem skipta máli í ykkar lífi, að við séum að hugsa fjölskylduna og við séum að hugsa hvernig okkur líður í skólanum, við séum að hugsa að þeir séu að taka þátt í einhverju skipulögðu starfi og jafningjahópurinn og að tilheyra. Og ég held að það orð sé eitthvað sem ég heyri svo oft núna, ég nota það sjálf mjög mikið, það víða notað erlendis það sem ég að vinna, að fá að tilheyra. Og ef ég finn ekki hópinn minn til þess að tilheyra í mínu nærumhverfi þá fer ég eitthvað annað. Og oft á staði sem eru alls ekkit æskilegir. Þannig við skulum hugsa að grípa börnin í kringum okkur og sjá til þess að þau eigi stað til þess að tilheyra í nærumhverfinu. Hugum að verndandi þáttum og veljiðan í lífi barna og ungmenna með kærleik. Og veljiðan, og þetta er það sem verður lagt fyrir ykkur í dag út allt land, á forvarnadeginum að við hugum að velja hann svo miklu meira heldur en bara vímurlaus lífstíl, það er hreyfingin og mataræðið og svefnin og félagslegu tengslin og samskiptin og svo athyglið á það jákvæða. Verum til staðar fyrir hvort annað. Takk fyrir mig. Kærlega fyrir Maga-Lilja, hún er alveg, þekkir þetta gögnin mjög vel, það er alveg ljóst og það er gott, hún kemur því mjög vel til skila, alveg frábærlega og ekkert ykkar án ykkar, unga fólk, það er líka, eru við alltaf með, það er líka mantran okkar. Við erum búin að fá að heyra í nokkrum svona kvótum en nú ætlum við að fá að heyra í ykkur og ég ætla að bjóða þau fulltrú ungmennina, Erni Daða Arnberg Sigurðsson og Karen Huld Finnsdóttur, þau eru fulltrúar og ungmennar á UMFÍ, gjörðu svo vel. Forseti, landlæknir og aðri kæru gestir. Forvarnadagurinn snýst að vekja athygli á því sem virkar. Og mér langar að segja ykkur mína sögu. Ég er alin upp á Höfn í Hornafirði og hef alltaf stundað íþróttir. Ég byrjaði ung í fótbolta, körfubolta, frjálsum, fimleikum og blaki, en síðustu ár hef ég aðalega lagt áherslu á fótboltan. Foreldrar mínir hafa alltaf sýnt iðkun minni áhuga og þau hafa keyrt mig örugglega meira en góðu hófi gegnir landið allt og stutt mig á svo margvíslegan annan hátt. Í gegnum íþróttirnar hef ég lært að vera í liði, að sýna samstöðu, að vera jákvæður leiðtogi og taka á því þegar hlutinni gangi ekki alveg eins og maður hefði viljað með því að horfa björtum augum á framtíðina í staðinn fyrir að einblína á það sem hefur gerst og er ekki hægt að breyta. Einnig hef ég fengið mörg tækifæri til að stíga út fyrir þægindarammann. Til dæmis þegar ég verið sett í aðra stöðu á vellinum en ég er vön að spila, en þá þarf ofta að skipta fljótt gír og setja sig í rétt hugafar. Mér hefur verið treyst fyrir að dæma leiki hjá yngri flokkum, en það sem hefur staðið mest upp úr er að íþróttirnar hafa ýtt mér í að hafa opnari samskipti við fleira fólk en er í mínum nánasta hring. En nú er talað að það vanti samkennd í samfélaginu. Ég ætla að fullyrða að íþróttir og annað skipulagt starf er frábær leið sem virkar. Og það er ekki bara ég að fullyrða það, rannsóknir sýna fram á þetta. Af því að þetta snýst ekki allt að skora mark eða stökkva hæst. Þetta snýst að læra á samfélagið og vera til. Við þurfum ekki að vera vinir allra á vellinum, en við þurfum að geta unnið saman og virt hvert annað og við þurfum að sýna samkennd. Forvörnin sem er fólkin í skipulegu starfi og samveru með foreldrum hefur gefið mér meira en ég hef áttað mig á.
og ég hvet ykkur til að halda áfram í skipulega starfinu að þegar við sjáum líka að margir hætta á okkar aldrei í þessu skipulega starfi. Og það skiptir máli upp á forvarnir að starfið sé skipulagt. Það er hægt að fara ein út að hlaupa og ein í ræktina, það er frábært, en forvörnin liggur ekki í því. Besta forvörnin tengist þátttöku í skipulega starfinu með þjálfara eða umsjónarfólki. Og svo er líka bara svo gaman að mæta æfingu og hitta aðra og taka þátt. Takk fyrir mig. Góðan daginn, kæru öll. Mikið óskaplega gaman að sjá ykkur á þessum fallega degi sem skiptir okkur öll máli, forvarnardegi forseta Íslands. En af hverju eru forvarnir mikilvægar? Vegna þess að forvarnir snúast að það sem við sem samfélag gerum skapar okkur og komandi kynslóðum betra líf og líðan. Vellíðan fyrir mér snýst að hafa gaman og líða vel í sálinni, í líkamannum og síðast en ekki síst í samskiptum við annað fólk. Í mínum huga er þáttaka í skipulegu íþrótta- og æskulýðsstarfi en allra besta forvarnin og tryggingin fyrir því að okkur líði vel og gangi vel í lífinu. Það hefur gefið mér ótrúlega gott í hjartað að vera virkur í íþróttum og félagsstarfi. Þegar ég var lítill gekk ég í ungmennafélag og æfði ég fótbolta. Þar lærði ég að leggja mig fram, vera félagi, virkja teymisandan, fagna sigurum og læra af ósigurum. Ungmennafélagsandinn kenndi mér að það er mikilvægt að allir taki þátt, að skapa fallega minningar, gleðjast og hafa gaman saman. Lífið er nefnilega svo einfalt. Það er svo gaman þegar það er gaman og það er bara svo leiðilegt þegar það er leiðilegt. Núna er ég í ungmennaráði UMFÍ, ungmennaráði KSÍ, er formaður ungmennaráðs Borgarbyggðar, formaður nemendafélags Menntaskóla Borgarfjarðar og tekur virkan þátt í öllum leikritum í mínum skóla. Daginn skipulögðum við í ungmennaráði UMFÍ ungmennaráðstefnuna Ungt fólk og lýðheilsu sem einkenndist af bullandi stemmingu. Ég geymi í hjartanu ógleymanlega minningar öll brosin, gleðina og vináttuna sem skapaðist þar. Það var ógleymanlegt. Í störfum okkar hefur ungmenni fengið tækifæri til þess að vaksa, lifa rödd unga fólksins að heyrast og hafa áhrif til góðs á samfélagið okkar. Við erum ekkert svo vitlaus, svo þið fullorðna fólkið geti alveg sent boltan á okkur og treyst okkur þannig að við getum í sameiningu skapað betra samfélag. Ég er ákaflega þakklátur fyrir að hafa fengið tækifæri til að kynnast jafnöldrum mínum allt land og rækta tengslin. Maður er manns gaman og gefandi samskipti hafa forvarnar gildi. Að lokum langar mig að hvetja ykkur hér og nú til að láta rödd ykkar heyrast og taka þátt í félagsstörfum og skipulegu íþrótta- eða æskulýðsstarfi. Trúið mér, það gefur gott í hjartað, allir njóta góðs af því að vera þáttakandi en ekki bara áhorfandi í samfélaginu okkar. Fá mömmurnar og pappana, ömmurnar og afana, frænkurnar og frændunar með okkur áfram og upp. Látum ykkur heyra hvað við viljum og hvernig við viljum bæta samfélagið okkar. Munum að við unga fólkið erum framtíðin en ekki bara nútíðin og það sem skiptir máli fyrir betra Ísland og betri heim. Áfram við öll og Íslandi allt. Takk fyrir mig. Já, takk kærlega fyrir og dásamlegt að hlusta á okkur bæði. Takk fyrir að deila af einlægni og eldmóði. Bara dásamlegt að heyra í ykkur. Maður fær einmitt svona hlýtt í hjartað og ég ætla bara líka að hvetja ykkur til þess að rækta samkenndina og þessi skilaboð sem eru fyrstu skilaboð riddara kærleikans að horfast í augu og veita hvort öðru athygli þegar við tölum saman, hlusta vel á hvort annað og bjóða knús þá sem vilja. Svo kannski ekki allir sem vilja og það er allt í lagi líka. En nú er bara þá komið svona að lokum hér og við ætlum að fara hérna fram og taka mynd af hópnum. En ég vil bara þakka ykkur öllum sem hafa komið og þakka ykkur sem hafa verið með ykkur í streymi kærlega fyrir og hvet ykkur bara til þess að halda áfram að hlúa vel að hvort öðru og við byrjum líka á okkur sjálfum. Og bara takk kærlega fyrir og gangi ykkur vel líka áfram, forseti, með skólunum og þið nemendur hérna áfram, gangi ykkur vel í ykkar verkefnum. Takk kærlega fyrir að taka á móti okkur Ingunnarskóli.
Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami